Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Sæbali lítið hús á Ólafsfirði sem byggt var af Ásgrími Guðmundsssyni árið 1897. Síðan þá hefur húsið verið flutt tvisvar sinnum og fjölmargir hafa búið í húsinu. Snemma árs 2017 eignaðist Helena Hansdóttir Aspelund Sæbala og hefur síðan þá unnið að endurbótum á húsinu sem hafði þá lengi staðið autt. Við heimsóttum Helenu í Sæbala og forvitnuðust Sæbala, söguna og framkvæmdirnar. Hann Ásgrímur var fyrsti menntaði skipstjórinn hérna og hann menntaði sig á Ísafirði. Og á Ísafirði þá voru þau byrjað að byggja hús úr timbri. Þannig að þegar hann flytur aftur heim í Ólafsfjörð, þá byrjar hann að byggja þetta hús, Sæbala. Og þetta var fyrsta húsið, timburhúsið byggt fyrir sem heimili, sem íbúðarhús. Og þetta var nú ekkert verið neitt slór, þetta menntaði maður sem bjó hérna eða byggði það? Já. Hann byggði þetta og þetta þótti mjög reisulegt hús, þetta 40 fermetra gólfflötur og pluss baðstofloftið sem yfir. Sko það eru heimildir að það hér hafi búið einu sinni 18 manns. En þú veist, það var allt notað hérna í gamla daga, þú veist, jafnvel var betri stofa leigð út fyrir eina fjölskyldu. Það var aðeins aðri standardar en við búum við í dag. Já, núna finnst mér þetta að vera flott fyrir eina mannesku. Akkurat. Og 2 ketti. En hvernig kemur það til að þú eignast þetta hús? Þetta var gamall draumur. Þú veist, ég náttúrulega leiðsögumaður og búin að keyra út allt land og var búin að sjá svona hús, svona einstök hús sem standa við sjóinn og búin að láta mig dreyma, þú veist, hvað þetta æðislegt að geta eitthvað verið þarna í ró og næði. Og lesi bækur og einhvað, þú veist. Þannig að þetta var einhvað sem að mér fannst passa inn í mitt líf þegar ég yrði kannski 50. Og þá hugsaði ég, já, það verið gott mitt að fara þá í jógakennaranám og vera að gera jóga eitthvað út á landi, við sjóinn. Svona ég brjálæðislega rómantísk. Og svo fór ég bara einn dag á land og sé bara gamalt hús til sölu og ég hringi í manninn, hringi í símanúmerið og hann segir að já, ef ég staðgreiði þá geti ég fengið góða staðgreiðsluafslátt og ég átti þennan pening þá og ég bara átti fyrir því þannig að ég hugsaði náttúrulega bara vá, kannski þetta bara tækifærið, þú veist, kannski bara kaupi þetta hús 10 árum fyrr og ég og dóttir mín, við keyrðum bara úr Reykjavík í einu hendingskasti og kíktum á Sæbala á húsið og það var ekki til neitt lykill. Það var búið að standa, þú veist, autt í, ég veit ekki, 8 ár eða eitthvað. Þannig að lykillinn var bara ekki til og það var brotin rúða, það var ekki hægt að fara inn þar vegna þess að það var plata og svo stóð bara glærubrot upp úr. Þannig að ég ert að brjótast inn, hérna, ég ert að klifra upp þak á skúrnum og brjótast þar inn glugga til að komast inn í húsið, til að kíkja á það. En það var rafmagn og hiti á húsinu, þannig að það var funheitt inn í því þegar ég komst inn og ég gat kveikt ljósin og skoðað og mér leið strax vel. Og þannig að ég var þetta var bara svona eins og ást við fyrst sýn. Síðan Helena eignaðist húsið hefur ýmislegt gerst. Við litum við í Sæbala í byrjun árs og þá voru miklar framkvæmdir í gangi. Þegar við komum svo aftur í vor hafði margt breyst, til dæmis í eldhúsinu og baðherberginu. Helena segist í raun lítið hafa vitað ástand hússins en til dæmis var viðbyggingin ónýt og hana þurfti að endurbyggja. En þótt ýmislegt hafi verið gert nóg eftir. Sko strax þegar ég keypti húsið þá fékk ég réttu aðilina, hérna lokal verktaka til að gera ákveðna hluti fyrir mig. Og ég ákvað strax að setja hita í gólf og taka þessa ofna sem voru hérna af því maður að spara hvert einasta pláss. Og svo var líka bara allar lagnir settar nýjar,
skólplagnir og lagnirna, bara vatnslagnir, allt sett nýtt og það er að brjóta upp partagólunum til þess. Þú veist, það var svona rosa munur. Ég meina, það er rosa munur, alveg saman hvað ég geri, það er rosa munur á öllu. Bara ef ég mála eitt vegg, það er alveg rosalega munur. Ég breytti pínulitlu klósetti og geymslu í bara stórt baðherbergi. Þannig að ég á mjög stóra sturtu í þessu litla húsi. Já, mér finnst þetta mjög rómantískt og notalegt að vera inn í þessu litla húsi. En ég vil koma fyrir svona nútíma þægjendum. Já, einmitt. En svo, þú ákvaðst nú að hafa þetta ekki bara sem orlofshús eða frístundaverkefni. Já, þetta er svona, það er svona þegar ástin grípur úlinginn, skilurðu. Þá lætur maður bara eftir sér að fara alla leið. Og ég var alltaf að koma inn í vinnuferðir og var alltaf með hugann hérna, einhvern veginn. Og þannig að verkefnin voru alltaf bara, ég var alltaf að hugsa þessi verkefni í haustum á mér. Þannig að ég ákvað í rauninni bara, þegar ég kom hérna fyrir jólin, í svona langa vinnuferð, að ég sá auglýst starf á fjallabyggð.is í grunnskólanum, 60% vinnu. Og ég ákvað að sækja bara og flutti því hér 2. janúar. Hvernig sérðu fyrir þér framtíð Sæbala? Ég ætla að vera hér í sumar og vera dugleg og ég ætla að vinna í garðinum í sumar sem langar að rækta grænmeti og svona fara lengra með rómantíska drauminn húsið. Og svo ætla ég að vera hér næsta vetur og vonandi þá búin að gera meira þannig að ég geti lesið meira og stunda skíði og fara eitthvað að leika mér fyrir utan húsið og nota þetta einstaka landslag, þetta umhverfi sem er hérna á Tröllaskaga. Þetta er náttúrulega alveg þvílík perla. Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.